Æsmarhöllinni og það eru gestirnir sem að leiða 2-0 einvíginu sem eiga fyrstu sóknina hér í Njarðvík í kvöld. Sáum strax Isaiah Collins að líma sig á Justin James. Hér er Okeke sem hefur farið mikinn í þessum fyrstu tveimur leikjum og er í vörnum og hann setur fyrstu 2 stigin hér. Davide Okeke. Við sáum líka breytingu þar að Mario Matasós er kominn á David Okeke. Þannig að Rúnar er að reyna að sjokkera. Hann er að reyna að gera eitthvað nýtt. Hér er Svein. Framlega gert, Milka leikir í þjóðinni og setur þetta niður. Dominíkas Milka, 17 stiga maður að meðaltali á tímabilinu. Hann fara að eiga góðan leik á báðum endum vallarins. Milka er að tekka til nýtrúlega frá Nara sem er bakvörður. Þannig að þeir eru að leyfa honum að skjóta. Sem að er ekki að borga sig í þessum tilfellum. Svo sannlega ekki Frikki Flónaras. Það er ykkur pæling hérna. Svein, Mario og Kristur stuttur hins vegar Milka í baráttunni og Frikkin missir hann út fyrir. Frikkin með mikil stuðning í stúkunni. Bræðirnir og pappan allir mættir. Ég sé engan stelpinninga. Hér er Svein. Nei, þetta er Svein og Jónsson. Þetta er Hondon. Hondon hérna. Þetta er James á Chris. Þetta vel alltaf svo sannarlega. Okeke. Justin James virkar með fína vörn. Justin James skilar þessu niður. Justin James, Hörður Axel, Haukur Helgi og Okeke spila allir 30 mínútur plus í þessum leikjum. Bondon inn á Milka, Okeke til varnar, þetta er erfitt, það hjá frá Krikkanum og þetta fer að Milka á og út fyrir, nei, það er Kristján, það besta sjónarhorni held ég og hann var að leiðrétta hér, Kristinn Óskarsson. En Davíð hlýtur að vita það að Kristinn Óskarsson ræður. Já. Þeir geta að tala saman eins lengi var vilja, en þegar við ykkur að staði þá er einn maður sem tekur þess ákvörðun. Já, sjálfsögðu. Kristinn Óskarsson er dómari nr. 1 hérna í kvöld. Þeir koma gestirnir, Álftanesi, Justin James, mjúkar hreyfingar, færa boltann hérna, þetta fer hins vegar út fyrir af Shabazz. Já, Shabazz náttúrulega frábær sóknarmaður fyrir Njarðvík, en hann er líka útrúlega aktífur og góður varnarmaður. Hann leggur sig fram það. Hann er leiðtogi á báðum endum vallarins. Hér er Flónaras. Flónaras gegn Milka. Kemur hún á Haug. Haukur spilaði sjálfsögðu með Njarðvík. Finnur Okeke hér undir. Okeke næri setja niður. Það stendur sér Haug þarna. Haukur held ég að skrifa undir nýjan 20 ára samning í dag. Jú, 27. Haukur er 33 ára gamall, nóg eftir. En ef við skjáðarsættir þá eru oftast ekki að skora í hver einustu sókn í upphafi leiksins. Sem er ekki við á síðan, það er ekki gott fyrir Njarðvík. Það er ágjörni fyrir heimamenn. Ég hefði líka viljað sjá öll sæti setin hér á Njarðvíkingum. Hér er Svein. Svein farinn aftur frá Milka og finnur síðan Milka. Milka lítið setur hann niður. Mikilvægt. Þetta er það sem maður vill sjá meira frá Njarðvík. Það er sviptu sendingar á Milka í þetta skot. Hann er einn besti leikmanninn deildinni að setja þessi skot niður. Hörður. Hér er Flónaras. Gengur ekki. Mario rífur niður framkvæmdið. Kemur hún strax í hendurnar á Svein, Lottier, Ongulei. Ongulei, Kristján, stökkskot og setur hann niður. Fylgir í húsinu hér. Þessum Krist. Kemur þeim yfir. 10-9, 6:50 eftir að fyrsta leikluta. Hörður og Justin James. Justin James er aðeins 28 ára gamall. Og hann setur hann bara í glerið. Yes! Það er gott Djemja! Svona gerum við Djemja! Milka!
Justin Fjettur að vindina eftir að hann klikka á skotinu, flottinu. Nú virtist reynda að vera brotið á honum áður en hann fór í það að sjá hann hérna Shabazz sem að stöðvar hann. Hann reynir að taka þetta boltan hérna. Þetta bara að hætta hendur áfram sko með að Álftnesingar eiga bara tiltölulega auðvelt með að skora og á sama tíma við erum að sjá Khalil tapa einum bolta, við erum að sjá Dwayne tapa einum bolta. Álftnesingar að þröngva að þessum helstu spilurum Njarðvíkinga, þannig að varnarleikurinn og sóknarleikurinn hjá Álftnesingum að bara ganga fullkomlega upp. Dúi Þór Jónsson að koma inn á hér hjá gestunum og sama tíma var Otton tekinn af velli og Veigar Páll kemur inn á. Veigar hefur hérna rosalega tillega erfiða leiki hérna í sexin, en hérna að vera frábær fyrir Njarðvíkinga í vetur og þeir svona fáliða lið og Njarðvík að þurfa bara á að halda hann í kvöld. Hér hann kominn. Veigar hér. Bara að leita Milka og Shabazz og þeir erfitt með að út í skotið. Milka hins vegar fyrir skotið sitt. Setur hann niður. Milka komið 6 stig hérna, helmingastigum heimamanna. Þeir að 5 mínútur eru liðnar. Sjáum að Lukas Palisa sömuleiðis kominn inn á. Haukur Helgi, Ingi Skákvíl. Hörður Axel, gengur ekki. Myndu fá hérna villu, fá ekki. Shabazz, Milka í þrist, já, paksa hann. En Geigar Mario hins vegar tekur frákvæmsið. Gegn og Keke, frábælega gegn hjá Mario. Mikilvægt að fá þessi sóknar frákvæmst þegar hérna eftir að gerast að bæta heim á tölvuna. 18-14, gesturlífin og Keke vill að tapa boltanum. Palisa og það Dúi. Dúi kemur á langt Justin. Justin James fyrir í tveggja. Stiga skot og setur það niður. Fyrir Dwayne. Sem er þetta hurning af orku sem að fyrir eins og þetta hjá Dwayne eða þegar Justin James fyrir stað. Leggur hann leikur við honi og hinn fyrir að ringkóma því. Og Keke stuttur. Og Keke og Milka, það engin vinátta þar frá þeirra hefur verið saman í Keflavík. Þeir gleymdu að vera vinir, þeir spiluðu saman. Mario, þetta annar og setur þetta fyrir. Keke sinni í 2 stig. Vel gert hjá Njarðvík að hanga inn í leiknum þegar að takturinn var allur Álftanesveginn og staðan 18-20. Þannig að vel gert á þeim. Hörður og Keke gegn Milka með frábæra varnarleik og Keke missir boltann. Kemur Shabazz, hann ekkert eðlilega fljótur. En hann var fljótur. Spannar, náði ekki að setja niður. Hörður og Dúa fær hann aftur síðan. Justin James, það er með að Shabazz vinnur það. Kemur á Veigar. Gengur eftir og Keke saman frábært. Það gengur hins vegar. Frábært að gera sig frá skóra, braut ekki á honum. Shabazz í þristinn og setur það niður. Hann líka leikir síðasta leik sem bara ekki 3-4 breytingarskotum þegar þetta alltaf inni. Dúi hérna í baráttunni, Dúi hendur hér bara hérna villu á Shabazz. Shabazz spilar vekk fyrir Njarðvíkinga. Hefur gert á leiktíðinni, það er að segja flesta mínútur í hverju leik. Sjáum að Rúnar búinn að þrengja rúmferðina aðeins að segja hvort hann byrjaði leikinn kom út af hann kominn aftur inn á, þannig að þetta virðist vera bara einhver 6 manna róteringi sem staðan Tómas Þórður sömuleiðis kominn inn á núna hjá Álftanesi. Hann búinn að vera alveg frábær fyrir Álftanesinga í þessum fyrstu 5 leikjum. Það var
Það skoraði fullt af stigum hérna í fyrsta leik í Njarðvík. Síðasta leik var hann á sóknarfrákustum og spilaði góða vörn. Þeir rulluspilari, hann að koma inn til þess að leysa hvað hann hefur gert það virkilega vel hingað til. Náttúrulega með ótrúlega reynslu líka bara náttúrulega úr hinu Garðabæjarliðinu. Já, bara reynslumesti Garðabæjarliðinu sem við þekkjum nánast. Dúi Þór Jónsson. Það er smá reynsla í þeirri ætt. Já. Dúi staði sig ákaflega vel líka með Álftanesi bæði á síðustu leiktíð og í ár. Leita hérna strax á Milka gegn Tómasi. Gerir Milka hérna strax árás, getur hann síðan út fyrir Bókan og síðan Mario vissi strax að það var ekki setja hérna niður, láttu sjá svipnum á honum. Lykkar síðan leik. Hefði 21, Álftanes 24. Það er Björnsson James. Haukur Helgi hérna, á síðan stöðu. Dúi er svo fljótur líka. Bara flýta fyrir skotið og þessi fór ekki út fyrir og fyrir bak þegar menn liggja. Það er í fórmunni og þetta er Vinda Sjálfans að fá sína aðra vindu ekki. Það var eitthvað skrítið við þetta. Sjáum hérna að Dúi fór hérna. Boltinn stoppaði hér og dettur síðan hérna. Milka heldur honum inn á Mario liggur enn þarna. Tómas síðan er að slá hann á Justin James og síðan þetta villa hér á Khalid Shabazz. Það er eins og James hafi stoppað og Eða hvað, Hodgson hafði tekið villuna. Veit ekki hvernig það gerðist. Veigar kemur upp með hann. Veigar skilinn eftir opinn. Veigar snýst að mata hringinn. Asli góða, hann þarf að halda áfram að reyna. Við þurfum á stigunum hans að halda hann ef hann getur skorað. Hefur tækifæri til þetta, þarf hann bara að reyna. Gerir síðan Palísa, þetta ekki. Það sem Njarðvík á ekki allar að gera, þá megir ekki leyfa honum að skóta. Palísa, 8,5 stiga meðaltali frá því að hann kom. Frábær sending, Hodgson í botninu. Gengur inn og ekki, Tómas er að slá hann á Haug. Haukur Helgi. Haukur Helgi gerir árás. Þetta gerði svo Helgi náðu að gera nærmið fyrir þetta. Ben svipar að stærð. Justin James með 10 stig. Og þetta villa hins vegar á Palísa. David Okeke með 6 stig. Snjólfur inn á í fyrstskipti í kvöld. En Dwayne Lockyer, Ungunlei, kemur sömuleiðis aftur inn á. Mario fær smá kvitt. Ásamt Cotton. Dwayne strax í skot. Settur inn á. Setur flixin og Valhoppa tilbaka. Helgi í kínu. Ekki hægt að Valhoppa og er í kínu. Þetta er Dúi. Skiptur hana. 24. Njarðvíkingar geta náð forystunni hér á Haukur. Ákveður að stöðva Shabazz. Fyrsta villan á Haug, hann er án stiga hér. 0 stig og 1 góð villa. Já, Mjög villa. En hér ákveður að taka leikhlé þegar að 0,5 sjónu var ekki Álftanes. Nei, ég held að Njarðvíkingar sé að taka þetta til að teikna upp einhverja snill. Sá ekki betur en á Logi, það eru fljótur þarna á rittaraborðið að athuga hvort þeir séu ekki með meiri tíma. Já, í gamla dag verður þetta Logi að skjóta. Já. You know how it is. You're coming up. Veigar actually go on this side. Dwayne, you're coming. Fake the pass. See, get him. Don't be strong. Allow him to go on your shoulder. Oh, okay? Give
they throw from Dom and take it away, Dom, you come here. Shoot it. The last one would just be Vega coming off here, and we get a shot up. It's Dwayne here. Remember the lob over the top. He will come to the strong corner, fake it, allow them to deny, and then he goes here without any. All right. Ekki oft sem maður heyrir þjálfara biðja leikmönnum að don't be strong, sagði Mikka. Æðilegt maður með svona líkamann, bara ekki fá því á því söndanum. Ekki of stór. Ekki nægilega stór en ekki of stór. Það er búið að teikna upp hérna. Mikka gerir sig bara lítinn hérna. Eitthvað auðvitað hlaut sem að reyndir ekki neinu. Svein kemur að þetta var tíminn að runna út af það, Góð hugmynd. skemmtileg hugmynd. Tómas Þórður Sýndisberg verður að loka á hann en gerir allt jafnt eftir fyrsta leikmynda. Njarðvík 24, Álftanes 24. Það er aðeins fyrsta leikmynda lokið hér í leik 3. Skulum reyna að heyra hvað Kjartan er að hugsa og Hjalti með honum. Just gotta take a little bit better care of the ball. Dribbling into traffic and they are poking the ball away. Oh, that's real good. Okay? Good shot. Let's run. First play, this. Í leikinn og við fyrst í sögumstöðugerðar sem einhvern kemur á Tásson. En hann var í Skallagrímsból og hann var dánaður með það. Allt fyrirgefið mér. Hann var verið að bera ofan við að vill sem hann í Skallagrímsból. Hér er Dwayne. Og þá Shabazz. Snjólfur kemur hérna inn í völlinn og þetta er mjög erfitt. Mikka tekur eins og sókn á hann og setur þetta niður og kemur yfir í 26-24. Þorður Axel kominn aftur inn og sömuleiðis Klónaras. Hér er Mikka bara sterkur, mjög sterkur. Shabazz færir hann yfir. Veigar gerir bara árás á körfuna og það spilla hérna. Hann keyrir bara á þetta. Sækir millum og þetta er líka jafn lítið og þetta lítið út frá að vera. Það er að segja einn karfa hérna frá Milka og svo þessi 2 víti frá Veigari. Það að Njarðvík er að fara að taka forestunni leiknum í fyrsta skiptið virðist vera, ég veit það ekki, en svona lítið út frá að vera Njarðvíkar að ná fyrsta skiptið svona yfirhöndið í leiknum. Það þýðir eitthvað. Þeim líður núna eins og þeir séu komnir með smá svona yfirhöndum í fyrsta skiptið á mínútu sem við spila. Þeir eru bara meira minna undir í fyrstu 2 leikjum sem leið. Já, einmitt. Þeir eru Hörður, Tómas og Klónaras hér. Klónaras skrikir lengur í vandræðum. Þeir eru að ná að stela boltanum ofta þeim. Þeir eru Dwayne, kemur alltaf leið sjálfur en fær ekkert fyrir sinnsnúð. Klónaras aftur, Mikka. Frábæra gert hjá Grikkjanum. Þetta er gæti. Þetta er rosalega erfitt. Það leikur fyrir að vera einfalt en þetta er rosalega erfitt það sem hann var að gera. 13 stiga meðaltalið rétt tæplega og stóðsetninga hæstur 8,2. Gengur ekki á Veigari. Klónaras á Tómas hérna réttir síðan Palisa boltan. Lukas Palisa keppir orðinn 35 ára gamall. Snjólfur brýtur á náðunum áður en hann kemst í alvöru aðgerð á körfunni. Hann er númer 35. Hann er einn af þessum sem að hérna setja aldurinn á treyjuna. Jú. Mario kom inn á, hann er 31 árs líka. Ég veit ekki hvort það sé tilviljun. Það er Snjólfur þá 11 ára. Hann er 9 ára eldri. Hörður Axel. Fyrir yfir Álftanes. Kemur þeim yfir, einu stig yfir.
Sveinn Tristar frá herði. Fyrir Mario. Shabazz svo fljótur að fara í skotið en það telur ekkert að þú hittir ekki. Hörður heitur en stuttur líka. Kemur Tvein. Það mikill bragð í þessu. Veigar fer hérna inn í þetta en skotið hins vegar gengur engan veginn á Veigarheim. Hann að reyna að finna stíl sinn, hann veit að liðið sitt þarf á því að halda. Hörður. Gauki kemur skrínið. Hörður frábælega gerði á herði Axeli Viljámssoni sem að vinnur Klónaras. Það smöldina vel hann. Gestirnir komin 3 stugum yfir. Veigar og Sveinn aftur. Nei, ekkert aftur á Veigar og villadæmt á Hauk Helga. Nú Haukur að fá sína aðra vindu. Sveinn sótti 14 villur í síðasta leik. Það hlýtur að vera eitthvað svona með eitthvað stað. Það fer ótrúlega oft svona í gólfið sem að tekur úr þér orku líka. Þáttur að hann sé frábær í því að sækja vindum. Þetta er Shabazz. Shabazz er skapur áfram. Sjáu þið James reis þarna bara fór vel upp fyrir hringinn að vera sótti þetta frákast. Sjálfur að fá sína aðra villu. Haukur Helgi. Nú komið 2. Kjartan tekur ákvörðun að spara hann aðeins þá. Hörður ókekinn. Reyna að koma sér í stöðu gegn Mario. Og Mario gerði vel að hann á brugganlega mikið. Alisa í sendur hann í hornið. Flóður að Navas. En skot hans Geigar. Sveinn. Þetta er voða erfitt allt saman og þetta gengur ekki svona. Manni líður svo stundir fyrir að staða bara til þess að sækja villum. Justin. Já, það er svo loka körfunum hérna í augnablikinu. Það líður óækandi. 6:13 eftir að byrja hálfleik. Leikur 3 hér í Njarðvíkinni. Shabazz fær hann aftur og Tvein, hann hættir náttúrulega ekki en skotið er eitthvað skakkt og þennan bolta eiga heimamenn. Þá ætlar Rúnar Ingi að taka hér leikhlé. Álftanes 3 stigum yfir, 6 mínútur eftir að byrja hálfleik. Pavel. Njarðvíkingar hafa ekki fengið gott skot í einhver smá tíma, gott opið skot, en vonandi er Rúnar að teikna eitthvað upp núna sem að er að fara að opna aðeins meira fyrir það. We gotta now breathe a little bit. When we are driving on the first drive, like we've been talking about, if it's not an open layup, kick, relocate, all right? Don't be too greedy early on. We do not want in contact layups with 7 seconds gone on the shot clock, all right? This one, the last possession was the best in about 3 minutes. At least we got a good shot out of it, all right? Make sure we want to get them on their back, on their heels, when we can run into it, open corner, if it's not there, quick swing, keep them moving. Don't start to settle and start to answer, all right? Trust the system, find the extra pass, create high percentage shots. That's the only thing. Now, 2-2. Rúnar að hvetja á til þess að vera ekki of gráðir, að bíða aðeins lengur, að sjá hvort það sé eitthvað annað í boði heldur en bara þessi fyrsta option, þetta fyrsta skot sem þeir að fá, að hvort það sé eitthvað annað í boði fyrir þá. Veigar, Mario, Sveinn, Shabazz og Milka á gólfinu hjá Njarðvíkingum. Milka heldur þeir í hnöttinn, Shabazz losa sig og fer í skot. Þetta gengur ekki hins vegar. Klónaras rífur frákast og kemur upp með boltan fyrir Álftanes. Justin James. Þetta opið fyrir hann sér þessi skot þar alltaf niður. Þetta búið að vera vandamálið á
það þetta skot sem þeir eru að fá. Milka situr niðri, galopið. Galopið. Dwayne Lottier, all the way. Svarar, hann var að klikka hérna á 3 skotum í röðum. En hann hættir ekkert að skjóta sá. En Njarðvíkingar mega ekki gefa þetta upp. Hér hins vegar Lukas Palisa, gengur ekki en bóttinn dekkur til Okeke. Og Okeke setur þetta bara mjög þægilega niður. Mikil barátta þeirra á milli strákana. Dwayne Lottier aftur. Hann Þetta bara skorari. Þegar hann skorar 2-3 skotum. Ég hef sjaldan upplifað þetta Gunni en hringurinn verður 2-falt stærri. Hringurinn fyrir Dwayne er bara 2-falt stærri. Draumur hvers íþróttamanns að sjá hringinn 2-falt stærri. Markið er bara 8 metra. 34-36. Dwayne með 14 stig. Don't take the short jumper away. You switch out. Don't stand and point. Ég veit það, þetta bara... Yeah, we're not switching. But if you don't switch... Don't switch. Don't switch. Keep your leg. I'm not supposed to. Yeah, I know, but don't leave it. Leg. Okay? Again, you made a difficult shot. Hey, I got a thing. The four. They make it shot in a normal pace. Stick to the game. I got it. Hey, that's for normal chin. Normal what? Normal chin. Regular chin. Nothing goes against your ball, you run a bigger roll. Come on. On down. Yes. Það er sjálfsögðu einn annan leikur í kvöld. Stjarnan 2-0 yfir gegn ÍR. Leikur 3 í gangi í Garðabænum og þar eru Íringar 10 stigum yfir. 8 stigum yfir og algjörlega á skjön við það sem sáum í gær þegar að Stólarnir völduðu yfir Keflvíkinga í þessum lokaleik sínum. Þannig að gaman að sjá eitt af þessum gæsalappa botliðum vera að berja frá sér. Grindavík að sjálfsögðu kom til 2-1 gegn Valsmönnum sömuleiðis í gær. En við erum í Njarðvík og þarna var hann komin í að reyna að setja boltann niður áður en að greip hann og það er aldrei góð sviti. Boltinn neitar að fara niður þessa stundur að Milka í baráttunni og hann nær að halda Okeke frá boltanum. Hér er möguleikinn til þess að jafna eða komast yfir. Milka vill jafna. Milka jafna. 36. 10 stig frá Dominika Milka. Allt í játnum hér í þessum þriðja leik. Okeke. Hann hins vegar að stekka þetta niður. Milka verður bara að gera betur. Þetta er bara 1-1. Þetta er ekki eitthvað liðsfjöld. Þetta er bara 2 menn að mæta. Það er bara að gera betur þarna. Sjáman. Dwayne sem var mjög heitur á hann að leiklið var tekið hér. Milka aftur. Milka setur hann niður. Milka komið tóksti. Allan daginn. Ef að Njarðvíkingar geta búið til þessi skot fyrir Milka þeir verða að taka við hvert skipti. Hann er automatískur á það. 3:30 eftir að fyrri hálfleik. Allt í játnum hér eins og búast mátti við Justin James hérna og hann aðeins pantaði villu en það var alveg örugglega panta á honum þarna. Hann er búinn að gera það smá í dag þar sem hann lætur þess að þetta sé villa. Ég er ekki viss með það. Það er að fara eitthvað í hendurnar á honum þarna bæði. Þarna verða dómarnir bara að setja línu og segja þetta er ekki villa. Við erum að spila öðruvísi körfuboltaleik í dag heldur en að þetta sé villa. Cotton og Skjólfur. Honum með 2 villur, Njarðvíkur megin. James. Hann setur þetta bara niður eins og ekkert sé. Hann er að fá þetta. Njarðvíkingar get ekki alveg áfram að gefa þetta upp. 16 stig frá Justin James. Cotton og Dwayne með Milka þetta með sér og þetta býr til pláss fyrir hann. Milka nær ekki að setja niður frákasti en þeir fá annan séns. Milka gegn Okeke og þetta er erfitt. Naras tekur fram það. Byggjandi á Borustar og Naras á
stuttur og boltinn dettur í Dúi. Þetta er fyrstur að átta sig þarna. Og svo var Brynjar Kári að komin hann inn á rétt áðan. Skulum ekki vera að ræða þetta neitt frekar, þetta er bara villa og Er hægt að skoða þetta. það er ekkert að skoða hérna. Sjáum hérna, Haukur sleppur frá Mario. Brynjar Kári kom að klippa sig, ég ætlaði ekki að þekka hann. Hann var svona smá aðeins lengra hári, ég vissi ekki hver þetta var, svo er þetta bara hann. Klippa sig flestir fyrir úrslitakeppnina. En það allir leikir í beinni. Hér eru þeir í skjánum, Davíð og Kristinn. Þetta er bara villa og hérna ekkert annað. Ég var nú á leik í gær Grindavík, Valur Grindavík. Það var töluverð meiri harka þar. Nú eru þeir að meta hvort að Mario sé að gera einhverja tilraun til þess að fara í boltan þarna eða bara að stöðva Hauk. Þeir með höndina þarna. Þeir eru greinilega íhuga þetta vel og ræða þetta. Ég veit ekki hvort þeir heyri í mér. Þetta er úrslitakeppnin. Hér sjáum við stuðningssveitina komin á Álftanesi. Heldur betur taktur í þeim á trommunum. Ég ætla bara að vera ósammála þessu. Það er núna að vera að setja fordæmi í þennan leik sem að bara er hérna. Mario. Hann fekk hérna óíbúðbóðvanslega villu. Haukur. Tvö skot. Síðan gestir til boltan sömuleiðis. Færi 28 eftir hér að byrja á leik og með góðri körfu hér og það er að koma sér í fína stöðu fyrir hálfleikinn. Risapunktur í leiknum. Dúi notar líka maður vel, boltinn leitar á það niður og Keke er bara frekar eftir að mikka og setur þetta niður. 45-48. Það er dýpt fyrir Njarðvíkinga. Langur tvistur sem að gengur ekki. Dúi fellur við, kemur hann á Keke kemur hann á Klónaras í skotið en gengur ekki á honum. Svein, Okkir, Ungulei kemur á mót fyrir á Mario, Haukur Helgi með frábæran varnarleik. Boltinn fer sjá niður. Eftir á völdunum. Það er 1,5 mínúta eftir. Þetta eru risastórar 90 sekúndur hérna. Stífstöða fór úr stað. Gestana. Göstingin. Þetta er eins og æfing. Gauk hann gerir þetta mjúkt og bara að körfunni og bara leggur hann niður. Milka ekki að mjúkt og gengur heldur ekki. Dúi bara mér, Sjústján Björnstein, Dúi er að falla með. Milka fæn. Kotton, held ég. Þessar síðustu 2 mínútur fyrir Njarðvík er orðnar mjög dýrar. Það er eitt að fara inn í hálfleik með 3, 4, 5 stigum undir. Þetta er að fara að stiga í ykkur 10 stig. Það er bara munur á þessu. Einar Kári kemur aftur út fyrir hjá heimamönnum sem og Kotton. Örugur á vita línunni. Getur komið mér 9 stigum yfir þegar 58 sekúndur eftir af fyrri hálfleik. Dúi stuttur. Þeir ná boltinn stendur Álftanesi. Davíð virtist vera alveg viss í sinni sök. Þetta er dýrt. Þetta er svo dýrt hérna það sem er að eiga sér stað.
Kristinn og Davíð. Það var þessi hefðendið. Kitti og Dabbi, það var þetta ekki úr góð með titlinum. Það er skipt í skoðun. Haldi að Kristinn ræður. Það er bara hann einn. Ég held að þú ekki reynda Hallgrímsson inn á ef hann hefði tekið eftir því að boltinn hefði farið að Njarðvíkurmanni. Það er eins og það er 8 stigum yfir. Álftanesi. Hér er Tveim gerir árásina og setur þetta niður og fær skot og auki hér Eiríki. Jón Nana sem að reynda stóðan. Þetta var Tveim. Lottier on the leið. Sterkur. Það eru fáir, það er bara engin betri Ísraelsdeild heldur en að fara á körfuna. Þetta er minn sterkasti bakvörðurinn í deildinni bara líkamlega. Hann er kallaður í Bretlandi, þetta er Breti, hann er kallaður keilukúlan. Af því hann bara ríður mönnum úr veginn. Bara keilukúlan. Þetta sé rétt Þegar þú segir það, þá er hann alveg eins og hér. Setur niður skoti líka, Mikka hins vegar, liggur hér eftir. Heldur hérna andlitið. Við erum ekki með kameruna inn á vellinum ef við haldið það. Við erum svo heppin að vera með kameru fyrir ofan. Ræðir í róleitum að það við Davíð. Og Keke heldur honum að það pressilega. Sjáum við það. Ég myndi segja sama bara halda þessu áfram en þeir eru undir að setja línu. Það er málið í. Það er búið að dæma einn ásetning að þurfa að dæma annan. Það er svona keðjuverkefni sem á sér staðinn. Þeir eru hins vegar að ræða það hvort þeir eigi að fara að skoða þetta og þeir eru skjáfíklar. Þeir ætla að fara aftur í skjáinn. Margir skólar fyrir að banna skjáinn, ekki þessi. Nei. Þeir eru frekar gefið í skjánum. Kíkja þér á þetta þegar að Mikka og Okeke fara þarna í baráttuna. Litið er þetta bara það er ekkert aðeins í hérna úrslitakeppnisleik en eins og ég segi það er búið að setja fordæmi fyrir óíþróttamannslega villu hinum megin og þurfa er eiginlega smá að gera þetta núna. Já, þeir eru búin að opna á þetta og eitthvað smá því að það haldi áfram. Listinn kemur á skokkinu hér. Já, það er sama niðurstaða áðan. Davíð Okeke. Sá ítalski fæddur í Monza. Já. Kom fram líklega þá. Mikka færð á 2 skot hér. Mikka er með svona rétt gróðurauga þarna. Fékk skurði, það var ekki bara í síðasta leik, þar sem var með umbúðir. Hjálpa til núna samt. Já. Hjálpa til. Svo er spurning hvort að Njarðvíkingar fá boltann tilbaka. Það er sýnist þeir vera að stilla sér fram með að Njarðvíkingar fá boltann tilbaka. Þetta getur verið Þetta er stórt sókn og svo ávann. Hullurinn komið niður 30. Kristján getur þetta jafnað þegar að 41 sekúnda er eftir. Það er fyrir hálfleik. Veigar. Gengur ekki. Mikka sóknarfrákast. Gengur ekki. Mario. Sóknarfrákast. Gengur ekki. Þeir hefur ekki hitta. Veigar. Mario. Undir korni. 47, 48. Og hérna Sessi.
en við sáum samt það líð, hann tók 2 eða 3 bolta af Henry Axel í síðasta leik í einmitt að koma upp með bolta sem mjög erfitt. Hörður að segja bara einn okkar besti bakvörður. Það líður frábæri þessu, hann að jafna leikinn, koma yfir, áhyggjur af Njarðvík áðan, eru komnir einu stíð yfir. Kjartan Atli tekur í leikni, Njarðvík 49, Álftannes 48, 16 sekúndur eftir að fyrri hálfleik. Álftannes 8 stiga, sókn í raun og veru. Álftannes. Þetta viðsnúningur svokallaður, Guðmundur. Skulum heyra í Kjartani. Yes. Lucas, be the higher man on the fullback side. Hurry, in the corner. We just need the ball up. Set the box screen like that on this side. Alright? Set the box screen on this side. Not too close, hey. Hey, you attack, and you just see the options. Hey, don't go too early. Hey, if he goes, take a step down, this one cuts. So you can't tell. Hey, Mike! Yeah. Then they're riding over, ready for the whistle. Yeah. Let's go. Það ekki hakan í gólfið því að Justin James mun taka ákvörðun og taka skoti ef hann vill taka það. Já, þeir eru að setja boltan í hendurnar á honum, hann er að fara í einhvers konar aðgerð með Okeke. Svo vilja þeir að Lucas Palisa, þeirra besti skotmaður, sé tilbúin til að grípa og skjóta. Njarðvíkingar eru í svæðisvörn síðust meir, já, þeir eru í svæðisvörn ætla 6 sekúndur. Breyta til hérna. Sjapan, hleypur með honum. Palisa fær Palisa, boltann. gengur ekki og Kekkur nálægt í að setja niður. Það eru oft fyrstu 3-4-5 mínúturnar í þriðja leikluta sem að skipta mestu máli í körfuboltaleik. Sérstaklega í þriðja leik. Já. Þriðja leikluti í þriðja leik, það er að þú skipta máli. Geistrinn í sendinguna hérna, Mario með frábæra varnarleik. Dwayne kemur síðan upp með boltan hérna. Þar er hann aftur, niður í horn. Þar er Cotton, en hann vildi ekki fara í skotið. Dwayne, það var ekkert ofta að hvetja hann. Frábær sending á Mikk, kannski að setja þetta niður. Fyrsta marðan er heimamanna hér í seinna hálfleiknum. Og var 3 stugum yfir. Þeir eru í svæðisvörn Njarðvíkingarnir. Standa bara og bíða eftir opnaðismönnum. Gengur ekki. Þeir eru að koma um óvart, Álftannesíkar átti ekki von á þessu. Við sjáum þjálfarna vera að tala saman hana. Þessu í spjalli, Kjartan og Skapti, eðlilega. Þetta Sjapan, inn á Mario. Mario hér. 2 bolta á landeik, Robin, Dwayne, Robin, Sjapan, niður, fyrir heimaðurinn. Fyrstu mínúturnar í þriðja, þetta geti skilið á milli, þeir eru ennþá í svæðisvörn. 20 stig frá Dwayne, Lottier, Mongolei og Álftannes getur ekki keypt sig körfu hérna á upphafsmínútum, þriðja leikluta. Sjapan, Mario, það er aldrei hitt að segja og það segir Kjartan, stopp, ég þarf að stoppa hann, taka leikhlé, þeir eru komnir 9 stugum yfir, 57-48. Hvað sagði ég? 3, 4, 5 mínútur, þetta var 1,5 mínúta. Stundum er það bara nógummi. Njarðvíkingar sett upp í svæðisvörn sem að fékk Álftannesíkar til þess að hugsa eitthvað. Þeir fóru í erfið skot. Sama skapi eru Njarðvíkingar hinn bara skora 9 stig í þessum leik sem við erum að spila í dag er bara himinn og haf á milli liðanna. Þannig að hérna, já. Kjartan að sína þeim lausnir. That's how I'm saying. Give me hey, just Hunter, sit down here, flash up and space out and we attack now. Okay, again. If they go fucking 3-2, if you pass it here, look for the guy here because
mesta hættan við sóknarleik gegn svæðisvörn að byrja að hugsa á mikið, að byrja að viðurkenna að þú sért að spila mútið svæðisvörn og þess vegna þurfum við að spila öðruvísi körfubolta og við ætlum að gefa hingað og þangað og þetta kemst í hausinn á mannum. Þannig að mann fannst í þessu allavega leiklegi hérna hjá Álftanesi að þeir ætla að finna lausn á sér svæðisvörn í staðinn fyrir að bara halda áfram að spila. Svein með 20 stig, Mirka 16, Mario 11, þeir eiga Sjabas líka inni. Fyrir Justin og þetta gengur ekki hérna en Mirka, já, kannski eiginlega óheppinn þarna og sýndur hægbrita þegar hann datt svona eftir að reyna að ná honum. Já, með það Justin, hann lendir smá vandræði með það á upphafsmínútum þriðja leikluta. Þeir eru Ókeke. Ekki að auðvitað þetta var. Þegar hann kom með boltar í hendurna, Mario leikur með honum. Kemur Kristins, Flónaras, það getur ekki hendur. Sjabas kemur upp með hann fyrir Njarðvíkinga. Það Larsson, hendur eins og skugginn. Dwayne, niður í horn á Cotton. Það er bara stemningsatriði, öllum líður vel, allir að setja niður skot, það gaman núna hjá Njarðvíkingum. Þeir eru með tök á þeim morganlega. Það að boka. Dwayne, Lottier, Ongulei hana, bara vanni frá honum. Þetta þessi hendur, þeir eru hægt að flauta, ganska þetta. Ókeke, Mirka. Hér í Njarðvík. Mirka, Mario, Rakka Olgón í andlitið á Helga. Og Ókeke að fæða skilaboð frá varnarbekknum að verða vera mjög sterkur með að setja boltann ofan í. Haukur Helgi liggur hérna eftir. Þetta sé réttu dómur en ég vona bara að dómarnir bara stoppi þess að lína sem þeir voru. Þeir ekki skoða eitt neitt, bara villa áfanga. Setti skotið niður, Mario náttúrulega, þeir standa bara við þetta, að Mario sem fekk ástæðisvillina í fyrirháleik. Eftir að vera að beygja eitthvað, þarf ekki að beygja neitt. Já, Kjartan baðum, Hann getur með það. Á leifum honum. Já, hann er í fullur rétt til þess. Ég held að sé erfitt að dæma fyrir ástæðisvillina, en Mario er úr húsi, já, það væri skell fyrir Njarðvíkinga. Sjáum hérna, hann farið í skotið, kemur hérna, síðan upp og Haukur Helgi ég ætla að segja hans í fyrsta lagi hugað að vera svona nálægt Mario. Það er erfitt að sko sókna leikmaður sem að fara upp í skot en náttúrulega fyrst og fremst að hugsa að skora boltanum. Þannig það er erfitt að réttlæta einhvern ásetningu því að vilja ná í villu þarna. Eru komnir að niðurstöðu í það minnsta Davíð og Kristinn eftir að hafa skoðað. Já, það er bara stendur. Sókna villa, bara venjuleg villa á Mario. Mario er að fá sína aðra villu þá. Við þurfum að sjá hvernig Álftanesi ætla að leysa þessa svæðisvörn. Þeim líður illa með þetta. Þeir eru að reyna að hugsa sig í gegnum þetta í staðinn fyrir að bara spila. Þeir eru með einhverja pælingar og þetta er miklu hægara heldur en þetta var í fyrri hálfleik hjá þeim. Flónaras, Hörður, Justin James hérna fyrir skotið og boltinn bara vill ekki niður fyrir Álftanes þessa stundina, Cotton og hér eru gríðarlega lagin Dwayne og Haukur í baráttu. Sjabas skapar hins vegar og hann liggur eftir. Þetta er svo trapp hér og nýtt sér það að Dwayne er ekki komið tilbaka fyrir Flónaras, gengur ekki, villa og kastast í gegn milli Mirka og Justin James þarna.
enga viti. Hann lendir alltaf í. Mjög fáa höfnum. Það þarf ekki að vera slæmt. Nei. Það þarf ekki að vera slæmt. Hann var góða vinni. Hann var alveg. Sjáum hérna, Justin Gaines fór niður hérna í baráttunni við Milka og Davíð var hérna fljótur að dæma villu. Ég held að það sé rétt hérna. Það er betra að eiga fáa en góða vini heldur en marga. Milka er bara að fá sína fyrstu villu. 60-48. Þeir eru ekki búin að setja stig í seinni hálfleik. Stig í seinni hálfleik. Hörður. Lukas Pavísa kominn inn á. Haukur settur þessi pressu hérna. Haukur Elling kemur hann á Justin Gaines. 2 sekundur eftir á sóknunni. Justin Gaines hittir ekki. Þetta er fyrirvinna að setja stig á töfluna. Sérsta stig í heimi fyrir stað. Það var ekki að setja niður. Kemur Klónari. Fín spottar hefði hérna. En varnarleikurinn á ákvæm. Stundar þessa stundina. Varnar ákvæmum og bara varnar fæstina hjá Njarðvík bara þegar þeir eru að hreyfa sig alveg ótrúlega vel. Leið og tekur á eitthvað einstaklingsverkefnum heldur bara verjum hörnuna sem að það er svæði gerir það bara verjum hörnuna. Það byrjast að vera leyst eitthvað úr læning í þau. Tvei út á Milka. Milka vill setja það niður. Milka setur það niður! 19 stig frá Dominíkas Milka. 60-3, 48 er staðan hér. 14-0. Það er eins og Mortis sé heitur fyrir Árnessingum. Haukur Helgi fyrir þau skotið. Gengur ekkert hjá þeim þessa stundina. Sóta Milka hér og Hörður Axel brýtur síðan á 2. Árnessingar eru bara vonast eftir því að eitthvað skot fari ofan í. Þeir vilja bara sjá eitthvað skot fara ofan í. Þeir eru með engin svör við þessari svæðisvörn. Stuðningsmenn heimamanna staðnir á fætur hér. Þeir finna Nikta sigri. Það er eins vegar, á ýmislegt eftir að ganga á hér skal ég segja. Milka aftur, gengur ekki. Justin Gaines tekur frákastið. Kemur undan, finnur Hörð hérna. Hörður lendur í vandræðum, tekur við. Og þetta er bara Njarðvíkurbolti. Mario Makarsovits fagnar hverju einustu vörn hér eins og marki í knattspyrnu fyrir það. Kemur Veigar aftur inn á. Liðsvörnin hjá Njarðvík er algjörlega til fyrirmyndar. Þeir eru algjörlega að spila saman. Þeir eru ekki lengur að einhverja sem bara sínum manni, heldur eru að spila saman sem bara lið. Hörður Axel hérna var búinn að stela nettunum hana en læður líklega úr herði hérna. Þannig að hann er settur út fyrir. Það er huga að þessu. Keflavík, það gera hann ekkert sérstaklega vinsælinn hérna í þessu húsi. Nei, það hjálpar ekki til hérna í Njarðvík. Að eiga einhverja fortíð í Keflavík, það hjálpar ekki til. Einhverjum stöðvaður aðeins og það er kannski bara ágætt fyrir alltaf svona að vera að þurrka og svona því að þeir þurfa að finna mótjóður bara aftur. Búi er svona einn af þessum útreiknarlegu leikmönnum oftast sem að geta komið inn og búið eitthvað til einhverjum og það er það sem að vindur á að halda núna. Sjaban kemur upp með boltan. Búi bakkar hérna með honum. Hér er eins og Svein Blóttér, Ongulei komið með hann. Það gerir strax árás. Finnir Veigar hættir í skotið. Fer að körfunni og setur það niður. Veigar tók! Líklega og mikilvægt fyrir Njarðvík. Mjög. Við stilla aftur upp í þessa stæðisvörn sem sjáum bara Árnessingar bara vera að gefa boltan á milli, staðir. Dúi úr horninu, það gengur ekki heldur. Þeir geta ekki kippt sér körfu hér í seinni hálfleiknum. Frá Fljóttartur, sendur út Jón, Veigar stígur og mörg skref.
Þessi hraði á Kavin rosaleg. Að sjá hann hérna bara við hliðina á okkur þegar hann fer á stað, þetta algjörlega... Ég myndi nota þetta meira ef ég myndi búa yfir þessu. Ef ég hefði nokkuð tíma að geta gert það sem hann gerir. Ég held að það sé bara hættulegt að hlaupa um ræðum. Hér kemur Emil Karvan, Justin. Þetta í vandræðum. Og þá kemur Palisa, það gengur ekki en hann næri sér hér í skotið ekki. Það virkar sem að það óþarfi að brjóta mönnum þegar að menn bara get ekki hitt. Nei, algjörlega, en að sama skapi sko Álftnesingar skoruðu ekki. Þeir fáu sér 2 vítaskot sem ekki gott, en að sama skapi Njarðvíkingar, þeim líður eins og bara, ok, hvað ætlaði að gera? Ætlaði að skora 40 vítaskot í sem seinni hálfleik. Það ekkert annað í boði fyrir því. Þetta ótrúlega viðsnúningur sem eiga sér staðir. Þeir skora ekki helst vítaskotunum. Það einhver búinn að setja fastfilmu yfir höfnuna hér. Lukas Palisa getur gert fyrsta stig þeirra í seinni hálfleik og hann gerir það hér þegar 3:52 eru eftir að 3. leikhluta. Gengur ekki seinna og þennan bolta hjá Njarðvíkingar. Þetta rosalega, þetta besta skiptan í liðinu og setur 1 af 3 vítum. Þetta orðið bara sálræðilegt. Þetta bara sálrætt hjá Álftnesingum að 16 stiga fórusta hér, 65-49. Veigar, Hörður sækir á hann hérna. Mario inn á Svein, Lottier Ongolei. Inn með 20 stig. Veigar í þristinn, stuttur. Og boltinn dettur hér fyrir Justin. Justin James kemur honum á Haug. Haugur á Hörð. Hörður fyrir í þrist. Gengur ekki, Mikta rífur frákast. Það Álftnesingar að setja stór niður til þess að byggja í sér. Árás á Hörðuna og setja Hörður lendir í vandræðum, Mattias Sjarmas truflar, Sjarmas færir og skilur 20 í eftir þegar forusta Njarðvíkinga hér eftir einu stigi yfir eftir fyrri hálfleikinn 49-48. 1 stig í seinni hálfleik hjá okkur. 1 stig takk fyrir á 6 mínútum og 54 sekúndum. Heyrum í kjartani. Let's run motion. Okay? Just get the ball moving. Keep shooting good shots, okay? Don't rush. There's plenty time left, okay? Relax. Ball motion. Hey, when we go high-low, go do that. When we go high-low, you go to the offside. Okay. And walk up. He follows you up. Okay. And then Mario is with David down here. Okay. We can also go seatbelt. Okay. Going off it and up. Then you're on top of it. Behind stop. Okay. Hey, stick with it. Let's go. I'll stop. Yes. Erum hana í kjartani og rönnið sem að Njarðvík á. Þetta náttúrulega með ólíkt. Ég man ekki eftir þessu í úrslitakeppni. Þú veist, það 29-1 rönn. 29-1. Guðmundur, þetta getur verið svona bara sem að stýra seríu við. Það ekki bara leiknum, þetta bara serían öll bara breytust við þetta. Álftnesingum með öll tök á seríunni, núna það bara farið. Hér OKK. Og ákafinn ennþá til staði. Þetta bara skot. OKK tekur frákast reyndar og skila þessu niður. Þetta erfitt. Þeir þurfa að hafa fyrir þessu. Þeir vinna ekki upp 20 stiga minn svona. 69-51 núna. Svein. Villa dæmt held ég á Lukas Palisa. Ég held að það hafi eitthvað breyst hjá Njarðvík þegar þeir hættu að spila maður á mannvörð sem að sko
gerði þá á einstaklingum og byrjaði að spila svæðisvörð sem að gera þá á liði. Það gerði eitthvað fyrir þá. Þau byrjaði að hreyfa sig allt öðru. Gerði ekki bara eitthvað fyrir þá, gerði allt fyrir þá, virðist vera. Svein Lósier, Milka, frákast, Milka út fyrir, Veigar, róar þetta niður, 10 sekúndur eftir á skotklukkunni. Mario síðan hér, Mario leggur á stað, Milka, Mario, frekari, Milka, líka frekur, gengur ekki, en Vindarnefn, Helgi Ókjörni, undir körni. Milka með 19 stig, Svein, Lósier, Hongulein með 20 stig. Þeir fara fyrir Njarðvíkum í sóknarleikum, sjáum þetta hérna. Ókeke klárlega sem að fær vinnuna. Sjá Árnesingar koma upp með boltann og þeir eru að hugsa mikið, þeir eru að reyna að finna út úr þessu. Justin James sem var bara 18-20 stig í fyrri hálfleik, honum líður ekki jafn vel og hann gerði í fyrri hálfleik. Þannig að hvað var það sjokkeringu sem að núna getur bara að tala um í þetta fyrri leik, það er að koma núna. Heldur betur, Milka stigaðistur í húsinu, 21 stig frá Dominicans Milka. Hér er Justin James, erfitt skot aftur og hann ekkert að ganga, áfram upp hjá þeim. Shabazz, Khalil Shabazz. Veigar inn á Milka. Okeke sækir á honum, Milka setur hann út fyrir á Svein. Svein út fyrir, Milka í þrist, Milka niður! Dominicans Milka laða, heilsar manni og öðrum upp í stúku eins og ekkert sé! Núna líður öllum vel hjá Njarðvík, núna er allt ofan í. Hörður Axel í þrist, gengur ekki. Þetta er svo áhugavert, þetta er allt sálrætt sem er eiga sér. Íþróttir eru í hausnum. Þetta er allt sálrætt sem er eiga sér stað núna. Þetta er allt í hausnum á munnum. Shabazz nælir sér hér í villu. Khalil Shabazz fær sína aðra villu. Leikur síðan Justin sem er ekki skemmt yfir þessu. Ég held þeir skilji sáttir samt. eftir að þriðja leikluta. Hörður Milka skellti sér fram fyrir hann og Keke en Altanes bolti. Það heldur betur stemming í stuðningsmönnum. Njarðvík að þeir vandi að standa á fætur. Rúnar Ingi sem við sjáum hér. Nellingsson þjálfaði kvennaliðið á síðustu leiktíð hér. Í raun og veru hann í sínu fyrstu úrslitakeppni sem þjálfari karlamegin. Kjartan í sinni annari. Þetta eru tveir reynsluminnstu úrslitakeppnisþjálfarar að mætast hér. Þetta er allt annað leikur, strákar. Þetta er allt annað líf hérna í úrslitakeppni. Stressið er miklu meira. Hörður og Keke gegn Milka, hér er Áram, lendir í vandræðum. Heldur svo í boltan og enda með að fara í skot og setur hann enda niður. David og Keke og með 16 stig. Justin James með 18 og Keke 16. Hörður Axel er næstur. Dimitris reyndar. Klonaras með 7. Milka er neittur, en stuttur. Þetta villa held ég undir körfuna á Snjólf. Þetta er dýrt með 2 víti. Njarðvíkar þurfum ekki átt að halda. Þeir eru með 2 gáðir, varnarlega ekki gefa þeim auðveld víti hérna núna. Snjólfur ítti þarna í Klonaras. Altanes er með 5 stig í þriðja leikluta fyrir þessu 2 víti. 9 mínútum og 27 sekúndur frá 8. Stuðningsmenn Altanes, þeir eru hins vegar áfram í góðum gír. Hann líka, hann er kvössari. Hann er ætti að láta kvöldabóttalegi skemma eitthvað. Yfir sér. Penntásinni hérna uppi.
á besta stað, segi ég. Klonaras setur skotið niður, 74-55, 19 stiga forysta Njarðvíkinga. Við geta aukið forystuna hér á síðustu sekúndum. Þriðja leikluta, munar 8 sekúndum á skotklukku og leikklukku. Hér Shabazz, með bara alla leið, gengur ekki hins vegar Dúi, kemur á fleðarferð, leitar upp á klukkuna, horfir Axel tvistur, stuttur, Dúi, langur tvistur, gengur ekki, 70. Boltan í þessari seríu, átt sem búin að vera með þetta bara í 100 mínútur lengur við og svo bara allt í 10 mínútur og búm, búið. Ótrúlegur, þriðji leikluti að baki. Fjórði hins vegar hafinn, Veigar, stuttur. Þurfa kraftaverk hér. Þeir koma hér á fleygiferð en þetta er voða erfitt allt saman. Tómas og Svein með sérstun á Veigar. Hér myndadæmt að Tómas Þór. Koma hann á fleygiferð tilbaka og lendi á Veigari. Skil vel að Veigar hefði hikað hérna þegar Tómas kemur, stekkur á hann. Tvö skot sem að Veigar fær. Veigar með 60 í kvöld, byrjaði að koma bekknum. Ísak Cotton byrjaði í hans stað. Veigar Örugur setur bakskotið niður. Kemur 20 og 1 stíg yfir. Dúi. Þeir eiga bara engin svör við þessu. Þetta er allt mjög hægt, mjög erfitt fyrir á. Örður kemur ekki á honum. Shabazz kemur upp með boltan. Svein Lottier, Mongolé, Milka, Svein, aftur, 7 sekúndur eftir skotklukkunni, Shabazz! Svo eiga þetta, svo eiga bara gæði í náunga sem að getur gert þetta. Þetta er hvað 10. stigið hans í leiknum, þeir eiga þetta. Þetta er Njarðvík sem að við þekkjum. Shabazz að meðallali með 22 stig. Dúi stengur ekki. Boltinn sækir til Njarðvíkinga. Frákustinn, það dettur allt með þeim líka. Það er orðið eitthvað svona karmadæmi eða svona einhvern veginn. Þegar eitt byrjar að ganga upp, þá byrjar allt að ganga upp. Ég er ekki viss að Dimitrios Klonaras vilji fá alla grikkina aftur á leik. Hér er Milka gegn Tómasi. Tómas gerir vel hann í varnarleiknum. Snúllur íhuga að skrefa. Svein hins vegar týnir boltanum með það en þá mætir Veigar 1 sekúnda eftir. Veigar með skotið og Svein hérna í baráttunni. Svarar hins vegar Klonaras. 2 stigum, 81, 57, 7:40 og 6 eftir. Shabazz, Shabazz, langar að vera í partíinu, taka þátt í því. 20 stig yfir, þá er allt þægilegt. 20 stig undir, þá er ekkert þægilegt. Það var þetta skot erfitt. Hörður gengur ekki. Justin James náði að setja þetta hins vegar niður og krækti hann í villu í leiðin á Milka. En við sjáum bara munin á erfiðleika stuðlundum á þessari körfu og það sem að Njarðvík er að fá. Með Justin James að bara að hanga einhverjum körfu niður eftir eitthvað sóknarfrákast og þetta er það sem þeir eru búin að hafa í 20 mínútur. Eða 13 mínútur. Milka fær hér hvíld. Mario Matasovic kemur inn á nýjan leik. Getur vítaskotið niður á öryggi. Justin James.
24 stiga fórusta heimamanna Mario Chiapas. Hann heitur núna, þetta þess að gekk ekki. Börður Axel. Kemur hann að Tómas Dómsvík gerir vel. Tómas trúir ekki, hann ekki mikið vind á hana. Veigar, Þórður og Chiapas og Mario. Leggst hann í gólfið, mikið til barmið Tómas. Veigar, gegn Hauki Helga. Mikilvægt fyrir Njarðvík að fá Veigar í gang. Þessi leikur langt farinn en að hann sé að skora gefur honum sjálfstraust fyrir næsta leik sem að verður ábyggilega. Lítur út fyrir það, Glómaran gerður niður og þá ákveður Rúnar Ingi að taka leikli hér. Það 22 stiga munur og hann vil bara aðeins líklega róa hlutina. Klassískt þjálfara leikli 22 stigum yfir eins að samt að taka leikli og öskra á ykkur út af einhverju. Ég veit ekki hvað það en hann ætlar að öskra út af ykkur. Þeir Rúnar öskra. Hey guys, make sure. Wait, make sure, guys. I don't hate the two-man action here. Guys, let's go. As soon as the pass comes, we are not standing. We find the man. We do not give layups. No matter what the point difference is, 6 minutes, we take away layups. Force them to have to shoot over the head. Okay? On the offensive end, I just want flow. Okay, we can go motion even with Mario in the middle. We can go with a pivot here, or even with Dwayne sending the up screen, coming to get it. Go back, Mario goes, swing kick, 2-on-1 on the other side. Já, hann vil eðlilega halda áfram að gera, halda þessi mjög erfitt fyrir engar auðvitað bara. Nei. Þeir eru að gera bara síðustu 15 mínútur. Þetta hérna og að vera mjög tilkomið mikið á Njarðvík. Sko, ég held að Álfnesingar séu raun og veru bara byrjar að hugsa næsta leik og hvernig ætlum við að leysa þessa svæðisvöld sem að Njarðvíkar eru að bjóða upp á. Hvar hefur hún verið hingað til? Hún var í Ljónagrifinu. Þeir náðu bara í hann í morgun. 6:34 eftir hér á klukkunni. Mario, Veigar, Dwayne, Snjólfur og Ísa Cotton á gólfinu. Já, heimamönnum núna fyrir Dwayne Lottia. Mario er að halda þessu inn á, leysir þetta 6 sekúndur eftir skotgrunni. Veigar fyrir árás en gekk ekki. Justin James hér, Dwayne gefur ekki. Fórettir fyrirmannum, gefur engar auðvitað körnum. Fær fimmur frá fyrirliðum sínum þarna. Ekkert auðvelt. Ég vil meina að hann hefði náð að stoppa það en fær í skot. Skot. Þetta að kíkja á þetta. Hvort hann hafi verið komin í reyninguna gerir ég ráð fyrir. Ástæðan fyrir að þeir eru að fara samt í skjáinn núna held ég að Jón var ekkert búinn að fá að fara í skjáinn. Það var bara það Jón búinn að fá að fara og Jón Þór vildi fá að fara einu sinni. Þannig að hann fer með Kidda. Ég held að það getur líka verið þessi að skoða að Dwayne síðasti varnarmaðurinn sem að gæti svona þetta eins og í fótbolta, síðasti varnarmaðurinn fær eitthvað rautt spjald og eitthvað. Þetta eins í körfubolta. Ég held að þetta bara villa og áframga. Þeir eru í það minnst á leiðinni tilbaka. Það svona, þetta fljót ákvörðun þýðir að það ekkert að þessu. Fljót ákvörðun þýðir að það ekkert að þessu. Eða ekki. Það auðveldara dæmis að villur þegar það 8 stiga munur á liðunum á Þeir eru að reyna að skipta hérna aldrei nokkuð tíma
Síðan hefur þessi bjalla hringt oftar. Haukur Helgi fyrir að velli og Lukas Palisa kemur inn á. Árneska séu hreinlega bara byrjar að spara með þessu og Keki ekki búinn að vera inn á einhver tíma. Haukur komin út af núna. Það leikur aftur eftir 2-3 daga ef þessi tapast. Næsti leikur á þriðjudaginn. Justin James á vítalínunni kemur sinni í 20 stig. 6 og 9 eftir. Justin Mario stækir á honum og Justin James setur það niður. Justin James komið með 25 stig. Sjá Árnesingar líka í svæðisvörn. Það er hefna sig. Já, það er að segja fyrst að því geti gert þetta á þjálfurlega líka. Þetta var loftbolti. Justin James keyrir sig á stað en tapar í nettinum. Og Svein og Tjef gerir bara árás og viðtaldan af Tómas Vegi. Tómas að fá þá sína aðra villu. Keilir kúlan þarna bara. Heilaði villu í hann. Þetta er ég held að sé smá erfitt að vera eins langt í stundum að því að líkamlega þjálfingin sem hann þarf að upplifa sé alveg töluverð. Hann þarf að fórna líkamnum sinn í að sækja þessa villu. Ég held að Njarðvíkingar þurfa að finna bara eitthvað hylki sem við getum sett að því milli leikja. Það er alvöru högg, lendir á parkettinu eða nánast í hverju einustu körfu. Milka komin að snemma inn í. Það er gráður hérna. Leiklokkin í Garðabænum. Það er Stjarnan sem heldur lífi í því einvígi. Þetta er Hörður Axel hins vegar sem að hittir ekki og villa hér á gestina. Í alltaf að segja heldur lífi í einvíginu með sigri í Garðabænum. Það sem við höfum séð gerast hérna í seinni hálfleik er að Árnesingar muni fara inn í klefa eftir leikinn og segja já, við fengum bara fín skot, við þurfum að hitta úr þeim. En það er munur á því að fá fín skot og svo skot sem að hitt liðið vill að þú fáir. Það er það sem að Njarðvík er að gera. Njarðvík er að búa til skot fyrir Árneska sem að þeir vilja að þeir taki. Ólíkt þessu. Ronguleg 26 stig hjá honum. Þá kannski spyrir líka bara þú talaðir áðan, þetta er hausinn sem að greip inn í áðan. Það báðum liðum í raun og veru. Tómas er sterkur. Þú veist, færðu aðstoð sem þjálfari með hausinn á leikunum á milli leikja. Já, sko. Sækir maður í það. Þetta er að stefna í að sjálfsögðu tap hjá Árnesingum en þetta er slæmt tap. Það er því að síðustu 20 mínúturnar og seríur, körfuboltaseríur eru þannig að þeir sveiflast. Njarðvík er með algjört tak á Árnesingum núna hvað varðar bara körfuboltalega séð, stemningslega séð að þótt að staðan er 2-1 og við erum að fara í Álftanes. Þegar við mætum í þann leik þá er Njarðvík með eitthvað smá tak á Álftanes sem er að myndast akkurát. Þetta er það merkilega við þetta. 19 stiga fórusta hér þegar 4-14 eru eftir. Árnesingum líður bara illa inn á vellinum núna. Það mun byrja aftur í næsta leik. Þeir eru Bóton, Svein, Lotier. Fær hann í hendurnar. Bóton fyrir erfitt skot hér sem var nánast ómögulegt. Kemur Palisa og Justin James. Justin James gengur ekki Tómas hins vegar. Þetta var furðulegt reyndar. Já, það líka. James lappar fram hjá Milka,
kemur hann á Tómas. Mario hins vegar gefur ekkert eftir undir körfunni. Chiapas hættir ekki að þessa rætt. Sendur við á Cotton. Hann setur á miður á Cotton. Það átti að vera meiri standi í þessari körfu en hún skilaði hendur undir sínu á lokum. Sáum hérna Chiapas að það setja í lofti, ég veit ekki hvort að Cotton hafði nokkurn áhuga á að tróða en hann náði þessu að knettinum og sótti villu á Clonaras. Og þessi leikur langt farinn, við erum bara hreinskilin hérna, þessi leikur langt farinn en síðustu 3,5 mínúturnar Njarðvíkingarnir eru að eigna sér einhvers konar svona bara eignarhald á þessari seríu. Hver einasta karfa, hver einasta sókn skiptir alveg máli núna bara upp á næsta leik. Afturlýsingar megi ekki alveg leggjast niður og bara leyfa svo að deyja út og mæta flatir næst. Stipsits að koma hér inn á í fyrsta skipti í kvöld. Haukur Helgi, Hörður Axel, David Okeke og núna Lukas Palisa sitja bara fá að safna kröftum fyrir þriðjudaginn. Það verður rosalegur leikur á Álftanesi. Alvöru leikur minnum á. Það verður líka leikur í Breiðholtinu sama kvöld. Hér Stjarnan, Cotton setur skotið, vítaskotið niður líka. Kemur þessu upp í 22 stig. Hann komið 9 stig í kvöld. Justin James. Boltinn dettur fyrir Cotton. James var að setja sér skot í fyrri hálfleik. Það bara allt breytt í þessum leik. Mario. Í þessari seríu. Það allt breytt. Þetta algjörlega búið að setjast. Mario Matasovic með 14 stig, dúið með sendinguna. Þeirra Clonaras gengur ekki á honum. 3 mínútur eftir. Tveir fyrir andra leið. Það er mannlegur samt. Álftanes vilja bara þessu ljúki hér meðan að Njarðvík getur spila í allan nótt eins og þetta að ganga á þeim núna. Þetta geggjað. Hann búinn að sitja á bekknum í 1,5 klukkutíma, kemur inn á og setur niður skot. Það helvítið vel gert á þínu stundu. Dino Stipsits. Chiapas niður í horn á Mario. Milka, hann vil koma aftur í stíginn. Reynir skot hérna en Clonaras tekur sig að frákastið. Clonaras. Hann villa hér á heimamenn. Veigar, Brynjar Kári og Snjólfur koma hér inn á síðustu rúmar 2 mínútur. Koma hér aftur inn á Svein, Chiapas og Milka. Það staðið upp og fram á þeim hér. Þeir eiga það svo sannarlega skilið. 26 stig frá Svein, 24 frá Milka og 13 frá Khalid Chiapas. Þessi seríu bara rétt að byrja. Hjörtur Kristjánsson sömuleiðis kominn inn á Álftanesi en sóknarvill á Tómas. Álfnesingar með 26 stig í seinni hálfleik. Það Brynjar kemur upp með boltan hér. Mario og Veigar. Veigar fær bara opið tryggjastaðskot. Gengur ekki. Mario kemur í frákastið. Fer á teknum fyrir Mario sem að skilja þessu niður. 98-74. Takk fyrir. Dúi. Gerir vel, gengur ekki hins vegar.
Tómas tekur hér frákast þegar að 70 sekúndur eru eftir. Viktor Máni sömuleiðis kominn inn á, já. Gestunum. Snúa þessu við. Þeir eru að setja skíla. Já, algjörlega. Mario. Algjörlega. Þetta bara dýrt fyrir Álftanes. Allar þessar körfur eru bara dýra fyrir Álftanes. Ég veit að þessi leikur búinn. 74. 31 stigs munur. Hér 20 sekúndur eftir. Þetta dýrt. Og hér vinna. Þetta allt dýrt. Mario 3. Álftanes hér í leik 3. Dúi ætlar að halda bara í boltan hér út leiktíman. Njarðvíkingar